Verið hjartalega velkomin, gaman að sjá okkur öll, þekki mörg ykkar. Tilefni þessar fyrsta fyrirlestar auðvitað muggsýningin á safni og þekkingin sem kom upp úr því og síðan það sem Hörpu Þórsdóttur datt í hug. Hún datt í hug að biðja mig að fjalla falsanir og muggi. En ég var svolítið tregur til því að þetta mál svo erfitt. Það svo erfitt að setja sig inn í því að það í grunninn afskaplega ókeypslegt. Svo við skulum bara byrja og ég bara biður ykkur að vera þolinmóð því að getur vel verið í hiksti aðeins. Þetta nefnilega meira en minna allt saman blaðlaust. Eins og þið hafið séð þá tileinkað hennar fyrirlestur Viktoru Smára Sæmundssyni forvirði sem lést 5. janúar síðastliðinn. Ég held að það sé ekki hjá því komast að byrja á því að reifa sögu fölsunarmálsins og aðkoma mín að því, en segja má að það hafi hafist árið 1990 þegar 7. desember birtist grein í vikublaðinu Pressunni vafasama starfshætti Gallerís Borgar við Austurvöll. Rannver og Viktor Smári sem fyrirlesturinn tileinkar átt að mér voru þá nýútskráðir sem forvörður og nýhafið störf okkar sérsvið í forvörslu. Þeir hjá söfnum og ég á einkamarkaði. Við upplifum á þeim tímum mikla framfæri í rannsóknum á listaverkum og öðrum efnum og lögðum okkur fram að kynna okkur vel allt það nýjasta varðandi forvörsluefni og rannsóknum á gerð listaverkum með lestri sértímarita eða með öðrum hætti. Ég vildi kannski segja líka aðeins þessa mynd hér. Þetta árið 1986 og þarna Jacques Lang í fylgdarliði Mitterrand í heimsókn hérna til Íslands. Og þetta á þeim tíma sem að ég var að vinna sjálfur í hljómplötuverslun með öðru. Og ég man að ég fór á tónleikum með Sigurmálunum einmitt þessu tilefni af heimsókn Jacques Lang. En þá vil ég segja að þessi tveir menn, Svavar Gestsson og Ólafur Þormóðsson, séu miklir áhrifavaldar í framgöngu falsana á íslenskum markaði. Svavar með því að gera ekki neitt og Úlfar með því að vinna því að koma þeim í dreifingu. Hérna einmitt mynd af mér við viðgerð á Hólabryggjunni, en ég hafði þá þegar unnið tíma í Þjóðminjasafninu við viðgerð rannsókn á málaða hluta Hólabryggjunnar ásamt rannsókn á fyrirbyggjum frá Möðruvöllum í Eyjafirði. Þannig sjáðu kannski að þið þekkið mikið, þetta allan þessi tími sem hefur liðið frá því að málið kom upp og það ennþá óleyst. Það að segja aldurinn á mér í dag og aldurinn þá. Ásamt rannsókn á fyrirbyggjum á Möðruvöllum í Eyjafirði í samstarfi við Platter hjá Oltasamningin í Oslo. Þetta var fyrir 30 árum og margir sem nú vinna í safnageiranum ófætt eða varla slitið barnsskónum. Við vorum heljarna afl fyrir fæði, enda við bótum upp á ca. 100% kollega í forvarafélaginu á okkar sérsviðum. Ég starfaði í Morkinskinnu, þetta aðeins tilviki gleyma að setja yfir á slæturnar. Ég starfaði í Morkinskinnu sem tók til starfa árið sem ég hóf nám í Flórens 1983 og vann þar í leifum námsárin hjá Rikka Hörlar og Hilmar Einarsinni sem allir þekktu í bransanum. Ég listi síðan Rikka af og tók við að honum forvörslu málverk á haustið 1992
eftir að hafa starfað í 2 ár þar og undan í prentsmiðjunni Odda og alltaf til hóf vinnu við Listasafn Íslands upp af árs 2006. Það er að segja að ég var ekki við vinnu í forvörslu þegar að pressumáli komu. Til að stytta mál mitt ágætt okkar félagana Smára og Rannvels og mín verð ég að taka fram að engum okkar hefði dottið í hug að versla með listaverk á þeim tímum sagan hefst og því til staðfestingar nefni ég að við stóðum allir að því að siðareglur alþjóðasamtaka forvarða. Safnamanna væri samþykktar í félagi okkar þar sem slíkt forboðið en helstu ansvör forvarðamanna Gallerís Borgar í gegnum allt Völsunarmáli var að með kærurnar kemur fram vegna annarlegs tilgang samkeppnisaðila. Og talandi 30 ára gamalt sakamál sem ég held að myndi klárast á mjög skömmu tíma en ennþá með í fanginu eftir dómsuppkvaðningu og niðurstöðu Hæstaréttar Íslands árið 2006. Því var nefnilega að vísa frá vegna tæknilegra galla á þeim grundvelli að Viktor Smári var ekki trúverðugur af því að hann var starfsmaður eins kærandans í málinu, Listasafn Íslands. Þess má geta að Listasafn Íslands var þá eina stofnunin sem var í stakk búin til að framkvæma slíkar rannsóknir. Þannig var málinu vísað út og guð og gaddinn, allavega út úr kerfinu. Það kann að hljóma sérkennilega í eyrum einhverja nútíma Íslendinga en ég lagði kæru mína fram til að gæta hagsmuna almennings og ekki síst þeirra listamanna sem voru eignuð fölsuð verk en þeir töldust allir frumherjar á sínu sviði íslenskrar myndlistar. Fyrir utan þá borgaralegu skyldu að uppræta svikastarfsemi var mér ljóst að hagsmunirnir voru miklir til að koma í veg fyrir sölu falsara verka hjá íslenskum og dönskum uppboðshúsum en öll verkin sem ég hef talið fölsuð eiga uppruna sinn með einum eða öðrum hætti hjá Gallerí Borg eða aðilum þeim tengdum. Hvað hafði ég mér umfram aðra til að æða áfram í málinu? Kannski sæmilega réttlætiskennd og greind til að skilja milli rétts og rangs en ég held að það hafi verið þekking mín og skilningur hvað mögulegt í heimi svika þegar falsarnar á málverkum eiga í hlut. Þekking sem ég dró að mér í námi með forvörslum málverka þar sem allir þættir í uppbyggingu og efnisgerð og útliti verk við ákveðna listamanna þegar tímabundið voru grannskoðaðir og bornir saman. Þetta átti líka við myndefnið eða inntakið. Á meðan ég var í námi í Flórens sökk ég mér ofan í listasögun og kynnti mér vel flesta þá sem einhverju hafa valdið þeim efnum á söfnum, sýningum, kirkjum og klaustrum. Og lék mér oft að því að þekkja listan en það er ekki augljóst af áferð, getu og útliti út frá listastefnum í verkum þeirra. Þetta voru skemmtilegi tímar en þekking mín og ítalskri list er ekki beint nýsmur í Íslandi en þó tel ég það. Annars ég vil nefna og mætti segja annan óþarfa en að ég hef alltaf getað skrifað vel og lék mér að því að skrifa upp og stælan eru óaðfinnanlega eftir skrifstofunum í æfingabókinans Eiríks Stefánssonar. Og margir þekkja vel til kynslóðan. Þetta kannski óþarfa þekking á 12 öld en þekking nýttist mér þannig ég vissi upp á hár hver hæfileiki og geta þess var bara ábyrgð á fölsuð nafnskrifta í málinu með stælingu sinni og samanburð óvéfengjanlegar nafnskriftir að fanga mörg listamenn sem áttu í hlut. Og læti þessu loki. Því að í þessum fölsunum sem ég kem til með að lýsa fyrir ykkur, þar nafnskriftin eitt sá þáttur sem kemur upp fölsunum og mjög augljós. En við skulum fara aðeins í tæknilega listasögu og ég bara renni í gegn hér því að þetta er það sem allt byggir á. Og tæknilega rannsóknir þetta í eðli sinni fjölfæli á rannsóknarsviðum sem sameina rannsóknir í vísindagreinum á sviði forvörslu sjálfra og listfræða. Aðrir mikilvægir þættir í vísindum til staðfestingar og sönnunar og uppruna sönnunar, rannsóknar viðmið, grundvallarviðhorf í vísindalegu rökræðu, staðfesting á tímabili sögulegu samhengi, geislakólagreining til dæmis, tímatalbyggt á talningu árhringja í trjám til dæmis og endaleg tímasetning, terminal date. Helstu aðferðir á myndutæki, almenn rannsókn með notkun eftirmyndatækninnar, gegnum lýsingum með röntgengeislum, infrarauðar eftirmyndir út frá blá flúrljómun. Og hér sjáum við slíka tækni notuð á Hvítasunnundi eftir Kjarval. Fyrst sjáum við mynd sem ljósmynd í hliðarbirtu, síðan erum við að sjá útfrá mynd og við skulum einblínast á þessa fígúru í miðjunni. Næst kemur infrarauð mynd og þá sjáum við að það eru birtast tvær fígúrur sem ekki birtust áður og síðan í röntgenmyndinni sem ein fígúra hér sem staðsett hérna og með þessari röntgenmynd getum við séð undirbúninginn og það sem að Kjarval hefur þá yfirmála.
nákvæm yfirborðsskoðun með smásjá, sundurgreining frumbart efnið með efnagreiningu eins og til dæmis rafeindasmásjá, greining á litarefnum. Þið sjá hér, þetta er verk eftir Gunnar Blöndal sem hér og það brotið jafnlítið á þetta hér sem millimetr og ég tekið úr þessu svæði hérna sem sjáðu greinilega yfirmálað og það sjáðu af útfrábláu litaflötunum í ljósmyndinni. Og hér sýnið sjálft og hérna sjáu þið hvernig yfirmálingin hefur lætt sér undir málninguna. Og þetta annað dæmi það. Þetta svona þessi grundvöllur sem að ég vann áður en ég fór að rannsaka og kæra í fölsunarmálinu. Í fölsunarmálinu sjálfu voru allir þessir aðilar hér falsaðir. Og það vísu bættist einn maður við nýlega sem Kristján Jónsson frá Möðrudal. Og ég alveg viss það að hann hefði alltaf verið sæmilega ánægður að teljast til frumherja. Já, Stefán Jónsson, fyrirgefið Stefán Jónsson. En það líka álitamál hvort að Kristján Davíðsson sé ekki hérna líka. Ég kærði í upphafi 3 verk. Það kom til vegna þess að ég hafði í upphafi þá var ég í sambandi við lögregluna í Reykjavík. Það komu til mín lögreglumenn inn á vinnustofuna og ég greindi þeim frá grun mínum að það væri verið að selja fölsuð verk í Gallerí Borg og það var líka eitthvað sem að aðrir menn höfðu talað og við erum að tala líka tímabilið í kringum 1996. Þetta er haustið 1996 að þá var ég í sambandi við lögregluna en ekkert gerðist. Ekkert gerðist í 6 mánuði. Og þá fór ég eitt skipti niður í Gallerí Borg því ég sótti aldrei uppboðshús. Ég hafði engan áhuga á því. Og var að kynna mér mynd þar sem átti að hafa verið eftir einmitt mugg en hafði verið dregin tilbaka hafði verið endurgreidd 1991 á þeirri forsendum hún væri fölsuð. Og það kannski mér fyrsta mynd sem staðfest að hafi verið seld af Gallerí Borg og endurgreidd. Við það skipti þá sá ég hér yfir heilan vegg af fölsuðum verkum og mér ofbauð. Og tók mig til mín að ráða og kærði 3 verk til ríkislögreglustjóra. Ég verð að geta þess líka hér nú því að ég hélt alltaf að þetta myndi taka smá tíma. Þessar 3 verk voru kærð. Þau voru ekki, falsanirnar sjálf voru ekki kærðar. Það voru kærðar sem falsanir en það var beðið það að rannsaka eigendasögurnar til þess að koma í veg fyrir tímafrekar og dýrar rannsóknir. Og ég bjóst við því að þeir myndu gera það. Sem mér kom í ljós, það voru bæði tímafrekar og mjög dýrar og þeir eru raunverulega ólistar ennþá. Og alltaf bárust fleiri verk inn til skoðunar. Einmitt í kjölfar líka þess að þessi 3 verk fóru í kæru. Hvernig ég vann þegar ég kom að því að kanna umfangi á markaði að þá skráði ég öll verk eftir þessa listamenn sem ég sagði á hann hvert og eitt einasta sem hefur verið seld hjá uppboðshúsunum og gat þannig fengið tölur magn þeirra. Vinstra megin sjáið þið öll þau verk sem voru seld hjá mugg allan þann tíma sem að Klaustursólar voru reknir störfuðu. Og þetta eru örfá verk og það er svo sem alveg það sama hjá Gallerí Borg í upphafi. En aftur á móti þegar þau eru sett upp í töflur og þá sjáum við það að á 47 uppboðum frá 1977 til 1993 eru seld þetta mörg verk en verð að geta þess að eitt verkið fór 3 sinnum á uppboð. Og sömu tölu fyrir Gallerí Borg. Og í upphafi þetta svolítið eðlileg tala, því sjá það vel að það er 000 212 og svo kemur 3 16
9, 8, 1 að vísu, ekki lengur í tísku, síðan 22 árið 1995. Og þetta á svona svipuðum árafjölda, eða á styttri árafjölda. Og svo í samanburði þá lítur þetta svona út. Bara þess að minnast á aðra listamenn sem ég rannsakaði líka, þá skoðu Svavar Guðnason, þá sjáu þið þennan fjölda sem var í boði hjá Klausturhólum og sama hjá Gallerí Borg. Og þarna sjáu þið á þessu sama tímabili, það alveg gríðarlegur fjöldi. En þetta bara smábrot, því að í Danmörku voru seld yfir 100 verk eignuð Svavari Guðnason. En það annar mál. Og hér sjáu þið eina af þessum greinum sem birtist í kjölfar, þar sem að menn voru að rannsaka, raunverulega blaðamenn voru að rannsaka máli, og þetta graf byggir á mínu gögnum, og þarna sjáu þið, þetta saman við Þórarinn Þorláksson. Þarna er litað inn í það sem er örugglega falsað. Og þetta er mjög gömul gögn, þannig að þau eru eflaust miklu fleiri í dag. Og þetta er söluna í þessum tveimur fyrirtækjum á öllum þessu listamönnum sem eru þar tilgreindir. Þarna uppi Þorvaldur Nína, Svavar, Þórarinn, Jón Þorleifsson og Finnur Jónsson. Og Jón Þorleifsson og Finnur Jónsson er þarna inni vegna þess að þeir eru ekki falsaðir. Og framboð þeirra verkum er stöðugt. Það er annað sem við skulum ekki gleyma í öllum þessum fjölda. Ég talaði um 900 verk og þau eru alveg rosalega mörg, það veit ég allavega. Það má ekki gleyma því á sama tíma að þetta framboð á þessum verkum, að þá er ekki verið að selja önnur verk. Það aukast kannski 70–80% verka eftir ákveðna listamenn sem fyllir í svona tölu 900. Og ef ég segi töluna 900, þá hefðu kannski menn verið líka að gera það, ef falsaðin hefði ekki verið til, þá hefðu menn verið að versla og kaupa af öðrum listamönnum sem voru auðvitað lifandi listamenn. Og þannig hefur þetta skaðað þennan markað mjög alvarlega. Ég er sannfærður það að það sem ég rannsakaði er allt falsað. Og hvað svo sem niðurstaða dómsins segir. En þú stendur við þínar rannsóknir? Já, það gerir ég fyllilega. Þetta var unnið samkvæmt öllum reglum og afskaplega nákvæmlega. Hver einasta mynd. Og kannski segja frá því að sömu mynd þá kemur fram að ég virki þá sem rannsakandi, kærandi og dómari. En málið svo bara einfalt að þú ert ekki leikari að því að kæra. Þú veist að verkið er mjög vafasamt eða alveg örugglega falsað. Hér er aftur á móti hluta þeirri vinnu sem að ég hef unnið að síðan til þess að reyna að koma einhverju skikki á málið. Og þetta eru mikilvægir efnisþættir að varða upprunalegt listaverk, það þarf að segja til þess að geta staðfesta. Og það er í fyrsta lagi hugmyndin eða myndin sjálf. Það þekkjum við öll mjög vel að á einum og sama tíma í stefnu eru kannski fleiri hundruð manns að vinna mjög álíka og er vandkvæði að greina þar á milli. En hugmyndin þarf að auðvitað tilheyra þeim listamanni sem við verðum eða þessi formið eða hugmyndin og ætlun og meining og allt slíkt er þannig að það verður að samræmast því sem við þekkjum frá listamannunum. Og síðan er það formið sjálft, efniviðurinn, við sjáum hvernig við leitum við að rannsaka efniviðinn, vinnsluna, þar að segja aðferðina, málunina og slíkt, og samhengið sem tilheyrir sögunni, allar heimildir,
og undir samhenginu setja ég líka undirskriftin eða signatúrin. Því að signatúrin er eitthvað sem er fljótandi og er ekki alveg víst að sé upprunalegur. Því að mörg verk hafa auðvitað verið merkt gegnum tíðina og ofta af fjölskyldu listamannsins. En þetta eru þessi grunnþættir og það sem ég get bara sagt hér að í dómsal eða fyrir Hæstarétti þá eru dómararnir sjálfir, þeir hafa ekki neina þekkingu í þeim slíkum efnum nema í þessu samhengi, þar að segja eigandasögunni. Þegar svikin koma þar fram. Þeir hafa enga forsendur sem vita efni, form, hugmynd eða vinnslu og þannig að fá þeir sérfræðingar til þess. En þá eru þetta lágmarkskrafa að þeir sem að meta gögnin skilji þau. En fyrir Hæstarétti voru engir sérfræðingar. Nú ætla ég að byrja á þessum kafla mugg og ég bið ykkur að muna eftir þessu skjali hér, þar að segja, sem er mikilvægt líka vegna sem grunnurinn af því er sá. Að ef þú getur ekki sýnt fram á sönnur í 4 atriðum af þessu 5, þá getur ekki staðfest verkið. Í fölsunum er náttúrulega ekkert af þessum atriðum í lagi. Og síðan höfum við líka þarna patínuna eða öldrun eða slíkt og það er náttúrulega hluti af líka af verkinu sjálfu. Hann sýnir hrörnun eða hann sýnir lélega umbúnað eða eitthvað bara sem kemur eðlilega með aldri. Og í þessari vinnu minni þá við séum verk upp í tækniskóla, bara til að sýna ykkur að þetta er verk sem er ómerkt og ég fékk til þess að reyna að staðfesta. Og þið sjáuð að þetta er baklið myndarinnar, þar að segja á pappírnum sjálfum og hér er verkið undir útfjólubláu ljósi. Þessi mynd sýnir hér vastteip sem að loka pappírnum fyrir spjaldinu sem hefur þá fyllt verkinu áður þegar var búið að ramma það inn og það súrnar. Pappírið súrnar á spjaldinu sem er galtsúrt. Og þetta verk fellur inn í höfundaverk Muggs, myndin er sögð frá Rauðasandi og hún er það. Hann var á Rauðasandi, föðurbróðir hans bjó á Patreksfirði, læknir minni mig og við eigum til þessi safninu aðra svona mynd sem er með svipari áferð, vatnslitsins og pennans og í samanburði þá efast ekki neinn. Verkið er gamalt, efnin er öll til staðar og verkið er bara staðfest að það sé eftir Mugg. Fyrir þessa sýningu þá fengum við þetta spjald sem að var sagt komið úr eigu Muggs og inn í því er smá teikning, þið sjáðu hérna andlitið, en hér inni eru líka teiknibóluför því að spjaldi var notað sem undirlag fyrir vatnslitamyndirnar eða teikningarnar sem hann vann og myndin hún bara passar ansi vel inn á spjaldin og götin. Hérna er annað verk sem var líka fyrir koma á sýningu, þetta er frá Siglufirði og það sem ég vil sýningur hér er bara fyrsta lagi myndefnið, tökir listamannsins á móti honum, litirnir og svo framvegis. Við hafum okkur tilfinningur í hvað er Muggsverk ef þið vitað ekki fyrir. Og þetta er mynd í hliðarbirtu og svo undir útfjólubláa ljósi. Og útfjólubláa ljósið
það sýnir okkur heim sannir það að fernisinn sem liggur yfir verkinu, ekki allstaðar. Það virðist að hafa verið rammað inn, fernis á meðan var í ramma og við sjáum líka vel að og fernisinn gamall yfir oxast og það það sem við sjáum, það flúrljómunin sem við náum að taka upp með myndinni. Og þetta baklitin, bæði í venjulegu ljósi og í útfröðubláu ljósi. Og síðan er þetta hlutamynd, þarna sjáum við merkinguna, við sjáum skemmdir þar sem eru hliðarsprungur og svo sprungur eftir stregunum og undir útfröðubláu ljósi. Og hann mjög óreglulegur þessi fernis, enda fernis eftir að verki löngu þotnað. Og hér sjáum við síðan signatúrin undir fernisinn. Hér sjáum við aftur á móti uppboðsgraf á Gallerí Borg. Ég ætla bara að fara fljótt yfir þetta. Þetta er 1996. Þetta er einmitt auglýst kaupmannahafnarferð. Að því ég ætla að benda ykkur á verk sem umsögn sem er hér inn í blaðinu. Þetta var sem ég sendi honum Rikka, en þetta er myndir sem var sögð vera frá Stykkishólmi, en signatúrin hvarf við létta hreinsun. Og þetta er svarbréf eigandans sem var Jónas Freydal. En hér bara til gamans ætla ég bara að benda ykkur á hvað er falsað og hvað er ófalsað. Falsað, 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 falsað. Þetta var ástæðan fyrir því ég fór einmitt á þetta uppboð því mér ofbauð að ég skoðaði þessa mynd þar því hún var komin aftur í boð og það verið að tala hana þarna. Ég hringdi í forvörðin sem hann vísað til og hún sagðist nú hafa ekkert gert við myndina, staðfesti hann ekki heldur og baði mig að passa mig á honum. Og hann borgaði ekki. Hér er verkið sem er í Fölsunarmálinu. Margar af þessum myndum eru ekki góðar. Við látum það bara duga. En þarna sjáum við myndina eins og rannsóknargagn með 43. Þetta er léleg mynd sem ég átti sjálfur að verkinu. Hún var kærð af mér. Og hérna sjáum við svona venjuleg ummerki Fölsunar. Þeir skrifa aftan á verkið með merkja verkið Muggi eins og hann hafi skrifað þetta sjálfur frá Íslandi. En það er svona ummerki það að það hefði verið átt við að reyna að hylja ramman og slíkt. Og svo það allt annað í þessu það að blindramminn er ekki samtíða og svo framvegis og framvegis. Og hérna skriftir hans og það er mjög erfitt að lesa úr þessu. Og hér höfum við signatúrin þar sem hann liggur ofan á fernisleiði. Sem þýðir bara eitt, hann getur ekki verið upprunalegur. Og hann getur heldur ekki verið Muggs signatúr. Því hann stenst enga samanburð. Í gögnum málsins á sínu tíma var einmitt rithandarsérfræðingur ríkislögreglustjóra Haraldur Árnason. Hann skoðaði 12 óvefengilega signatúra eftir Mugg og sagði þennan signatúr, hann staðist enga samanburð. Og nú bara byrjum við og förum í gegnum falsaðarnar og hér er annar verk sem var boðið á uppboði 1991 og heitir Hirðirinn. Og það er náttúrulega mótífið, það er ábyggilega verið að reyna að fara aftur í myndundina fyrir altaristöfluna, reyna að kenna þau saman og er falsað og með signatúr sem stenst engan samanburð. Og þarna sjáum við líka vel að það er fernislag ofan á myndinni og signingin gerð með blýanti. Hér er mynd sagði frá Patreksfirði, hún var lík í málinu.
hér stendur úr dánarbúi Ólínar Andrésdóttur sem gæti vel verið, en myndin hefur verið ómerkt því að þetta var nýleg signering og það voru líka niðurstöður í málinu og það var líka niðurstöður Hæstarétts, það er að segja minnihlutans. Og hér sjáum við auðveldlega sprungu sem hefur verið yfirmáluð og málningin liggur semst yfir og hefur runnið aðeins ofan í hana. Sprunga sem er svokölluð ellisprunga kemur fram löngu seinna. Næsta verk er húsaþögg, þetta var líka í málinu. Hún er léleg ljósmyndin, ég veit það, en þarna er verið að setja fangamark listamannsins aftan á verki, það er að segja fangamark Muggs eins og hann hefði merkt myndina sína aftan, eins og hann átti að hafa gert það framan. Og merkingin er alveg neðst í horninu og fór undir ramman, sem er kannski ekki óalgengt, en signatúrinn stenst ekki samanburðin. Næsta mynd er með svipuðum hætti. Hún er upp á spjaldi, þið sjáuð að myndefnið og málunaraðferðin er ekki beint í stíl við Mugg. Á spjaldinu eru síðan signering efst upp í horninu hér og þið kannski sjáuð ekki stafinn en þið sjáuð allan að það er búið að stróka eitthvað út hana. Og hér er hún og á framhliðinni. Fölsuð. Hér er uppsetning Eignar Muggi, olíumálverk. Hún er máluð á hersiðanstriga, sem náttúrulega finnst ekki í verkum Muggs. Verk á hersiðanstriga komið fram yfirleitt helst í stríðinu þegar efni voru ekki til. Og hér er merkingin skröpuð í 50 ára gamla málingu. Það sem hefur brotnað undir henni. Og hérna eru einhverjar tilraunir líka að byrja. Þetta á semst að vera G hér, T og H sem að breyttist í svona breiðarstrúku. Næsta mynd er mynd sem ekki er í málinu og ekki var seld hjá Gallerí Borg, en hún er í svipuðum dúr og hirðinni sem við sáum áðan. Nú teljum við það myndir sem ekki er í málinu. Það er að segja olíumálverk og hún er með sama með, hún er svolítið stór, hún er ykkur 80 cm á hæð og er í mjög ólíkum stíl við Mugg. Þetta er útfráblá ljósmynd af þessu verki hér, merkingin er hérna neðst niðri sem þið sjáum hér, sem er sem liggur yfir Fernis og hún er líka merkt á aftan. Guðmundur Thorsteinsson, það var alltaf hægt að sjá það, en þetta á að vera skrift þó Guðmundar, eins og hann merkti stundum, Guðmundur Thorsteinsson. Skriftin er öll upp á við og í engum halla og ber engin að hafa verið rithönd sem var beitt 1900. Þetta er miklu frekar eitthvað sem er mikið nær okkur í tíma. Hérna er samanburður undir útfráblá ljósi og það sem má líka sjá að hún liggur ofan á sprungnu verkinu. Þessi mynd heitir Kýr og var seld hjá Gallerí Borg. Hér sjáum útfráblá ljósi, signatúrinn ber merki á þessu hér sem er bara nýleg máling af plastgerð eða pólimer, fjölliða og hérna sjáum við gæti verið búið að mála yfir merkingu hér eða eitthvað álíka, en svona er útlitið á málingunni sjálfu, þið sjáum þetta vel. Hérna liggur upprunalega málingin og yfir henni er óhreinindi og fernislag, greinilegt, og yfir því liggur sem sagt nýja málingin sem er sömu gerðar og merkingin.
Það er líka maður þurfa að spyrja ykkur hvort ykkur finnst að vera mugslega myndir. Ég veit það ekki alveg sjálfur hvað ykkur finnst. En hér er næsta mynd. Hún er með svipuðum hætti líka mála Herseyjarstrauga. Og engin af þessum myndum var það að það voru innrammaðar voðalega mikið á sama staðnum sem var Smiðjan. Sem var fyrirtæki sem áður var Listinn. Og ég ætla ekki að sakast út í þá, en verkin komu, því við sjáum það kannski eftir að þau voru oft merkt með númerum. Hérna svona lítur hann út í útfjólubláu ljósi. Og þarna er búið að þetta er semst Herseyjarstríð og er leifar af pappír og síðan er óhreinindi eftir einhvern sem hefur verið að hreinsa og gleymt bómullinni og fernisir það yfir. Og signatúrinn liggur yfir því lagi og hér sjáum þetta útfjólubláu ljósið þar sem hún liggur ofan á fernislagi og ofan í sprungum. Þetta er lítil mynd, landslagsmynd eftir útlendan höfund. Það er kannski best að stoppa mig af hérna því að við þurfum náttúrulega að minnast að það hvaða gerðir falsarnar eru. Það eru tvenns konar. Og ég flokkaði þannig upp að flokk 1 og flokk 2. Og er svona, ég gerði þannig bara út af efni ástæðu en í heimi falsarna eru það forgeries sem er þá skjalafals og fakes sem eru falsanir. Og það er mikilvægt að muna það. En skjalafals á líka við myndir þar sem að er lítið breytt. En signiringin sem sagt ofan á. Og svo eru hinar myndina, þær geta líka verið málað frá grunni, þar að segja á nýtt efni eða gamalt efni sem er ómálað eða yfir máluð verk. Og þá eru menn að nýta sér gamla streigan, blindramann og svo framvegis og mynda þessi litarhlöð sem eru svona byggja upp málverkið. Þessi myndin útfjólubláu ljósi og þarna sjáum við yfirmálingu og svo merkingu hérna neðst niður í sömu náttúru og þessi máling þarna. Það er líka svolítið engin á mörgum af þessum signiringum, það sjást ekki. Er mjög illgreinilegar. En þarna er GTH, sést hjá Gallerí Borg. Og svona. Svo eru það rúmfjalir. Þetta gæti hugsanlega verið eftir mugg, ég get ekki alveg fullyrt um það. Það segir mér í eigandarsögunum sem fylgdi með hann 25.10.2010 stendur á stimplinum að hún hafi verið hvað er þetta? Já, The Children's Bed Came from Ida Skúle sem er eldri leitin af daughter of Gerda Nýrup en hún kemur mjög víða í mörgum eigandarsögum þar sem að hans undirritað segir að hún hafi yfirmálað mjög mikið af verkinu. En það bara í þessari eigandarsögu svolítið erfitt að trúa því sem þarna fyrir fram því að sá sem að skrifar undir heitir Þröstur Þorsteinsson, maður sem erfitt að ná í, en hann er hálfbróðir Jónasar Freytalar og ekki vita til þess að hann hafi verið á staðnum. Hann, sá sem hefði verið á staðnum var Jónas Freytal. Hér er myndin í útfjólubláu ljósi, samanburður á milli, svona sést vel greinileg yfirmáling. Næst höfum við mynd sem var líka seld í Gallerí Borg og er pastelmynd, sögð frá New York 1916. Þetta er svona verk sem maður getur hrifið strax á, rammin í fínn og gilt kartón og fínir í. Og bakliðin er svona og hún er með signatúrnum hans þarna uppi líka. Svona lítur hún út í, það er búið að taka þennan ramma hér af
og efnið sem er máluð upp teiknað upp á er bara gamalt spjald. Og hérna sjáum við samanburð á verkum Muggs og þessa manns með sama miðli. Ég svo sem ekkert hver höfundur vinstri myndarinnar það að segja falsarinn. En svona lítur hann út í útflöðublaða ljósi og með því svona teikningulega í verkinu þá getur hann varla kunna mjög mikið fyrir sér. Því að það sést varla handaskil eins og sagt er. Hér aftur á móti verk eftir Mugg, einmitt frá New York 1916, merkt honum, ársett og fangamarkið hans. Þetta er önnur mynd og þessi mynd er í Listasafni Íslands og merkingin vinstra megin, mjög sjaldan sem að Muggur merkir á ská, en hann gerir það þarna vegna þess að það fylgir formi undir borði á borðnungunum en í þessum fölsuðum verkum þá er signatúrin yfirleitt á hallandi til vinstri eða hægri og mjög oft mjög mikið. Og hér er önnur mynd, unnið með litkrít og þarna sjáum við líka aðra skrift frá 1916. Hér er önnur mynd sem er einmitt á sýningunni hjá okkur og þarna er skriftin hans með GTH og 1916. Eitthvað kannski, en hann merkti líka með þessum hætti. En kúlan í G-an er svona efst á leggnum og töluvert langur leggur. En þetta er aftur á móti merkingin á myndinni. GTH 1916 og mjög mikið á ská. Merkingin aftan á verkinu, Guðmundur Thorsteinsson, New York 1916, GUD strik U. Það er ekki hægt að lesa út þessi Guðmundur Thorsteinsson. Og til samanburðar fyrir New York þá má líka sjá og ímynda sér að falsarinn hafi stælt skriftina New York eins og á verkinu þaðan. Næsta mynd við erum náttúrulega í pappírsverk, þessi mynd pastelmynd sem var seld á Akureyri, það voru líka haldin 4 eða 5 upp á Akureyri og á þeim voru, og Gallerí Borg stóð að þessum uppboðum ásamt uppbjóðendunum þar og þar voru mörg fölsuverk seld líka. Hérna sjáum við bara úr gögnum lögreglunnar held ég þetta sé. Guðmi Ljósnes ég með ætlaðan signatúr Muggs, mynd frá sem er myndasýningur okkar núna, GTH 1912 og það eru munið svolítið þennan signatúr, það er svolítið mikið að myndum signatúr 1912 og hér er samanburðurinn. Og uppboðsskráin og það fylgdi kærunni að eigandi verksins var Jónas Freydal. Næsta verk var líka selt hjá Gallerí Borg og þetta er kærunúmer, sem pappírsverk og síðan signatúrin sem er ansi ólíkur því sem sáum rétt á það. Við skulum bara halda áfram í næsta verk, þetta eru mjög svipuð, verk sagt frá Danmörku eða Óðinsvíum og það sem við getum kannski séð strax sem er óeðlilegt að myndin hefur örugglega verið klippt til, það er ekki óalgengt af kannski Muggi, hann klippir myndir sína til, hann skrifar fyrir þeim og síðan er blaðið minnkað. En hér er verið að svona taka formum sem ekki passar. Og signatúrin náttúrulega augljóslega falsaður. Þetta er samanburður, þess að það undir útflöðublaða ljósi og hér er signatúrin. Hér er síðan ný mynd, þetta er ókært verk.
lútuleikarinn undir útþólfi á ljósi. Þið náttúrulega eru fljóta að hugsa og þið hljóta að vera að skoða formin og sjáu svona að þetta getur varla verið í teiknistíl Muggs og við veit ekki hvort er vinstra og hvort er hægra læri og merkingin. Þetta er næsta verk, þetta er líka lítil mynd, ókærð en er svokölluð fiðlari, var á uppboði á Gallerí Borg og hérna sjáum við að aftan hefur verið farið með blekteikningu inn í formin. Hún hefur engin að hafa verið inn á sýningu áður eða verið hérna innrömmuð áður og annað verra að innrammarinn sem er þá nýlega innrammað, hann notar lím þannig að það verður varla hægt að leysa þetta frá eftir nokkur ár án þess að skemma myndina. Og þetta er signatúrin. Þessi mynd var skoðuð á sínum tíma. GTH 1912 og hérna sjáum við mynd eftir Mugg hægra megin og síðan í samanburði við þetta verk. Þessi mynd á Ronni og samkvæmt stafagerðinni þá hún ekki tekið upp þetta A með punkti yfir fyrir miklu seinna og signatúrum með sama hætti og signatúrin. Næst er það verk sem heitir Parið og er augljóslega með fölsuðum signatúr. En þetta er bakhliðin. Þetta verk og næsta verk hafa verið teknir úr sömu teiknibókinni. Eins og listamenn notuðu í gamla daga er hægt að fá ódýrt á uppboðum og mörkuðum. Þar sem að kannski í bók eru 30 blöð og 20 eru með myndum og 16 með einhverjum litlum skissum og síðan 10 blöðum auðum. Og þetta er bara gamalt trix falsarans. Og hér er bakhliðin. Og við sáum líka bakhliðin á hinni myndinni. Það er svona sérmaður er gamalt verk, svona lok 19. aldar, úr svona teiknibók. En svo líka inn á þessu verk sem að tala sem er 15. Og þannig tölur finnum við á mörgum fölsuðum verkum. Og ég veit ekki hvað þetta er, en ég gæti ímyndað mér að þetta sé númer á fjölda sem fer til innramara. Það sem hann greinir á milli samkvæmt lista og óskum. En þetta er á samskonar pappír með teikningu á bakvið og signatúr. Næst sjáum við mynd sem heitir Svín og það voru lítið um að segja að ummerkir á bakhliðinu er engin önnur heldur en eftir innrammarann sem er alveg rosalegt magna lími af lími sem að fer síðan í gegnum pappírinn seinna meir og eyðileggur myndina eftir smá tíma. Og þetta er merkingin. Hér erum við verk sem að er í safni Listasafns Íslands og kom í ljósið mitt við undirbúning þessarar sýningar. Hún er máluð á stíft spjald og er mjög frekar stór, hún er alveg heilir 60 cm á hæð sem er óvanlegt fyrir Mugg og heitir Kristjánshán eða frá Kristjánshán. Og þetta er bakhlutin og merkingin sem er þar, ekki með signatúr Muggs og síðan merkingin í horninu. Í uppboðskrá stendur 1910 spurningamerki. Hjá okkur er hún skráð 1916 en það er ómögulegt að vita hvað það er í sjálfu sér, það sést ekki neitt. En það er aðalega merking hans GTH sem ekki gengur upp.
Síðan eru líka verk í sýningarskrám sem að ég veit ekkert hver á, en eftir 1993 þegar að fór ég í eigur annara eiganda, Gallerí Borg þar að segja, Pétur Þórs og hans konu og eins eigandi í viðbót, þá birtist loksins þessar ljósmyndir á sýningarskrám eins og maður sér erlendis. Og þarna eru verk eftir Mugg, númer 73 sé ég, sem heitir Tröll, pennateikning, ég veit ekkert hana. En þarna sjáum við verk sem boðið í hans nafni. Þetta verk falsað svona bara í sögu frá því. Og þetta verk af, þetta bara léleg eftirmynd, en þið sjáum það að það voru erfitt að ímynda sér að þetta sé Muggur. Hér síðan verk sem var rammað inn tvöfalt. Ég veit ekki listamanninn, ég hugsa að þetta sé nú góður gegn maður. Listamaður annað heldur falsari, hann segja að merki breytt með signeringu og það sjáum við að þetta er tvö verk, aðskilin, komið frá sikkur á staðnum og það getur vel verið að svo sé. Hér sjáum við kirkjuklukkuna og reipið og hér sjáum við mann sem að toga niður kirkjuklukkuna. En hún þrímerkt. Og hér bakhliðin. Þessa teikningu væri kannski hægt að eigna Muggi, eða allavega manni sem að teiknar frá svipuðum tíma. Hér aftur á móti verkið og fangamarkið og síðan sikkur megin á litlu myndinni með sama signatúr. En í safninu okkar varðveitt verk eftir Eggert Guðmundsson sem grafíkverk frá 1929 og í því má sjá þessi form sem við þekkjum ekki frá verkum Muggs, en svo getur það svo sem alveg komið fram. Það ekkert útilokað. En signýringin fölsuð. Og svo eitt verk í viðbót sem Bóndabær, merkt 1916. Mjög þunnu pappír í útfröðbláu ljósi sést að það svona ummerkið eftir það að því hafi verið staplað upp þessum pappír, fengið súrt bak í sig og hér líka teikning sem húsaskipan í húsi. Og síðan Guðmundur Thorsteinsson Mygge. Ég veit ekki hvert upp að þessa verks og hér verkið og merkingin og hér höfum við verk eftir Mugg sem á baklið þessa verks, þarna vatnslitarverk sem mjög svona svipuðum tíma eins og Rauðasandur og svo samanburðurinn hér. Það mjög erfitt að ímynda sér þetta sem Muggur, allavega að signatúrin standist ekki og verkið þyrfti þá að vera eitthvað frá barnsárum hans. Aftan á verkinu síðan spjald sem eru góðar upplýsingar á. Þarna sjáum við hægra megin að verkið var á uppboði hjá Gallerí Borg 2007 og það seldist ekki. Var sagt það held ég bara sagt sem, ég man ekki hver titillinn var, en á næsta ára eftir þá fór það í Gallerí Borg sem starfaði áfram 2008 og þar það sveitasæla, talið vera þverá í Laxárdal og kemur úr búi Sören Gús. Það viðkomandi hefur þá fundið út í því sem rak Síldarverksmiðjuna á Siglufirði og verðmætið það sama. Þetta árið 2007 til 2008 og því að tala áhrif á listaverkamarkað, þá kemur það berlega í ljós þar. Því að það verða alltaf 700 til 900.000. Og það seldist ekki, heldur fór á Gútmagakvöld og var selt þar. En það var selt í mars 2012, þannig að það mánuð til stefnu. Og ég hafði samband við Gallerí Fold og báði að nálgast eigandann sem kom með verkið þá 2007. Þeir gerðu það, höfðu þá skráningu alveg hjá sér.
Viðkomandi hringdi síðan í mig af því að þeim ekki leyft að gefa upp nafn hans og hann hringdi í mig og það er alveg sjálfsagt að líta og á verki og koma til mig og átta sig á því hvað það var. Hann mundi síðan hvað hann fékk það og þetta var milligjöf í kaupum á styttu eftir Guðmund Einarsson frá Miðdal sem verðlagt kannski á 150–200.000 í mestarlagi ef þetta hefur verið þannig stytta, kannski 300.000, veit ekkert um það. Nema þetta var milligjöf og seljandinn var Jónas Reidal. Hér sjáum við síðan uppboðsskó frá Gallerí Borg upp á númer 30. Það liðum svolítið tími. Við erum komin fram í kannski lok árs 95 eða álíka. Og hérna sjáum við eina mynd eftir Mugg. Falsað verk eftir Egna Nínu. Vafamál með þessar myndir hér líka 2. Og þetta mynd af verkinu. Heitir Tröllabörn minnir mig. Og það er mjög erfitt að ímynda sér þetta verk sem Mugg, ég fara að segja eins og og erfitt að líka ímynda sér að það hafi verið á markaði. Og hérna er Signiringin og þetta er ljósmið sem Smári sendi mér á sínum tíma, Viktor Smári. Og þarna gefur merkingi fram sem við ekki sáum áður og neðan á myndinni. Og Signiringin er fölsuð. Eðlilega. Og síðan samanburður á þessum 2 verkum af ljósmyndinni og útskránni. Síðan er hér verk sem heitir Gjáin og hún ber þess merki hafa aldrei verið innrömmuð. Þetta er teikning upp á spjald og hún gæti auðvitað hafi verið innrömmuð því það er búið að klippa eða skera alls staðar á öllum köntum, töluvert magn. Listamaðurinn, sjáðu það hér, listamanninn veit ég ekki hver er, hvort þessi íslenskur eða jafnvel norskur eða útlendur. En Signiringin er þarna og hún er gerð löngu seinna með annars konar blýanti. Árið 1991 voru haldnar 2 sýningar á Muggi, sérsýningar. Og þetta er sýningarskráin hérna vinstra megin og síðan mynd af Muggi eftir annan listamann en sögð eftir Mugg. Og inn á þessu, þetta er semst á sama tíma og Gallerí Borg stendur í meiðyrðamáli við 2 blaðamenn sem skrifuðu greinina í pressuna. Hér á þessum lista þetta er falsað, 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 falsað. Ég veit ekki fleiri verk nema auðvitað það sem við sáum áðan, ég held að það hefði verið. Þeir heldur líka aðra sýningu á sama ári á Muggi. Og nú vil ég geta þess að í máli Hörpu Þórsdóttur þegar hún tók á móti safni Þorvaldar Guðmundssonar og hans konu að þá tók mitt fram að hafi lesið til það að það hefði verið svo erfitt, og hann hafi sagt frá því hann Þorvaldur að það hefði verið svo erfitt að útvega sér Muggsmyndir á Íslandi og íslensku listaverkamörkum af því þær fyndust ekki. En hann fann loksins 2 í Danmörku. Og þið sáu það líka áðan á frambúðinu á uppboði hjá Klausturhólum að það voru ekki margar. Í 15 ára tímabil þá voru innan við 15 verk. Og eitt þeirra var taldið 3 sinni. Þetta er síðan sýningin sem var haldin í september og hún var haldin svona í kjölfarið eða á sama tíma og yfirlýsing var haldin í Listasafni Íslands. Það semst kveikti aðeins í þeim að hérna, eða þeim sem bara ábyrgðu á komum verk. Og síðan þar sjáum við mynd frá Danmörku, það er þessi mynd hér og hún er á uppboði Hótel Sögu 1991 og hún náttúrulega auglýst bara á boðskortinu. En ég get ekki fullyrt alveg þessa mynd, ég þarf að skoða hana aftur, en á sínum tíma taldi ég hana falsaða, en ég get bara ekki fullyrt það í dag. Hér er síðan eigendasaga sem fylgdi verkunum sem voru á sýningunni í september og telur upp og þar segir hann að skógurinn sé hefði verið í eigu Kristoffer Hallager sem erfði eftir Kristján Nyrup. Kristoffer Nyrup er mikið upp af mörgum eigendasögum
og þegar sýningin var semst haldin þá fær safnið þetta bréf og þetta er varðveitt þar í safninu frá Jónasi Freydal sem malir í firma Zoltán Görvi og þar telur hann í því bréfi eru ljósrit af nokkuð verkum og eru nú uppnúmeruð og hann segir semst frá því hvaðan þau komuð og eitthvað verkin og eitt af þessara verka var þessi mynd hér og þetta er bara sem sagt tekið upp úr ljósriti og hérna er merkingin og fyrir mér stenst hún enga samanburður verk Muggs og fyrir utan það þá skoða þetta verk á heimili á sínum tíma og eigandi veit af því að þetta er ekki eftir Mugg og ég verður aðeins stærri saga sem ég ætla ekki að fara út í hér en tvær eigendasögur sem birtist á myndinni því þá er þá fyrra þannig að þetta sé einhvers konar kort á bakli ramma stóð GTH Madonna en á seinni þá er það orðið kort með barn og það er selt og það passar kort sent frá Danmörku til Þýskalands til Óli Funks frá Pól og Önnu og einn af sömu sýningu var Hellet út troll sem er þekkt verk og er hið allra besta verk og þar sjáum við að Óli Fox kemur fyrir líka sem örugglega hefur verið eigandi verksins. Í þessu gögnu líka var þessi mynd 1991 og númer 5 og heitir Trölladans og hér sjáum við samlíkinguna milli vatnslitamyndanna sem kom fram 2008 og þessara mynda 1991. En hver er þessi Jónas? Jónas Freydal er húsamálari og þetta var auglýsing fyrir húsamálun, það er að segja vatnslitapensill í vatnsglasi. Þetta birtist í Nýju lífi, þetta er svona á þeim tíma sem að Fölsunarmálið við erum að taka til starfa hér sem forverður á landinu. Mjög einkennileg auglýsing og kannski lýsir manninum ágætlega. Jónas Freydal Thorsteinsson sagði við mig að hann hefði engan áhuga á myndlist eins og staðan væri. Sé lið eins og konu sem lendir í hópnauðgun og missir allan áhuga á kynlífi á eftir. Þetta eru svakaleg orð og fela í sér að Jónasi finnst hann vera fórnarlamb glæps, frekar en hann sé leiður yfir þeim skaða sem málið hefur valdið á listasögu Íslands og listaverkamarkaðnum. Ég tók viðtal við Jónas með fullu samþykki hans sjálfs eftir réttarhaldið í Hæstarétti. Hann hringdi í mig daginn eftir og hótaði mig lögbanni ef ég birti eitthvað úr þessu viðtali eða öðrum samtölum okkar. Eitt af því sem Jónasi þótti ekki koma þessu málverkafölsunarmáli við var sakaskrá hans og málverkaviðgerðir sem hann stundaði af nokkru kappi. Hann lendir í, þetta eru ákærubirtar á Jónas Freydal, þetta var sem hann þætti óþörlegt að minnast á. En þannig kemur einmitt fram skjalafals, þar sem hann falsar undirskriftir undir ávísanir. Og þetta voru mjög mörg brot en yfirleitt alltaf gerð með einhverjum samstarfsmanni. Þetta var frá innbrotum, þetta hefði verið 30 liðum. Og dómurinn er 7 mánuðir en hann fær að sleppa við hann ef að hegða sig vel. Og hér er síðan ákæra gefin út 1990, 5. daginn 11. janúar. Það er sama ár og myndir Sigurðar Guðmundssonar voru boðnar upp á Gallerí Borg fyrir algjört metverð þá haustið. Og hann bjó þá í Danmörku og vegna þess að hann var komin í nám í Danmörku og þá var þetta orðið skilyrtur dómur. En þetta voru tryggingasvik, þar sem hann tryggði myndavél hjá tryggingafélögum 2 eitt sumarið
og þetta gekk mjög vel, þannig að árið eftir þú voru þetta 5 eða 6 eða 7 tryggingafélögin, en þetta komst upp. Jónas hefur aldrei einhvern veginn vílað fyrir sér tryggingasvik. Það sást í bruna Gallerís Borgar, við skulum ekki gleyma því að Gallerí Borg brann og það var talið að það hefði verið kveikt í. Hann átti þar kröfu á verk sem voru í Gallerí Borg. Hér er Jónas þegar málið komið upp og það var blaðamaður frá DFF sem tók viðtal við hann, ég held að þetta sé 1997 haustið og með Svavar Guðnason og auðvitað falsaður. Því það er alveg vitamál og það getur engin mótmælt því að Svavar Guðnason gerði ekki eftirmyndir eða fyrirmyndir af sínum verkum á þessum tíma. Og þetta er ekki eina myndin sem er eignuð Svavari í þessum dúr. Það sem fyrirmyndin er Svavar Guðnason. Og síðan er það kannski þetta hér. Í þessu skjali sem við sáum á, þá er þetta undirskrift Jónasar Freydal Þorsteinssonar. Að vísu er ekki TH þarna því miður. En þessi skrift hér, hún ber mikinn keim af þessum stílfæri. Þetta er skrift sem ekki er til, hún er ekki upphugsuð eins og fyrir 1900. Það er engin maður sem skrifa slíkt með þessum hætti. Og ég tel að góður rithandasérfræðingur geti greint það vel þar sem þau eiga sameiginlegt, þetta á sameiginlegt. Ekki bara ég að ljúka þessu á þessu hér síðasta kafla, bara muna að pressumáli var upphafið kannski sem kom fyrir almenning en áður höfðu verið ýmislegt í gangi. Þetta eru Sigurðar Guðmundssonar myndirnar tvær sem birtast á þessari kápu hér. Þetta er það sem var farið fram á að málið gegn blaðamönnunum í pressumálinu yrði tekið upp vegna þess að öll gögn í málinu sýndu það að allt sem að Úlfar Þormóðsson og Gallerí Borg hélt fram var lygi. Öll verkin voru ekki verk eftir þá listamenn sem voru sögð. Og að endum kannski vil ég bara setja, þetta eru punktarnir af Svíþór Smára, þar sem hann er að tala í málinu, þetta eru hans færslur úr dagbókum frá 1989 og það má sjá þá, ég mun ekki hvort þið munið eftir þessu, þetta var mikið mál, þetta var málverk að vara í Ögri og hans frú og Gallerí Borg hélt í strax fram að það var alveg örugglega eldra heldur en það sem var á Þjóðminjasafninu. Við höfum haft, í 30 ár höfum verið að vinna við að sanna og reyna að kafa ofan í það sem að lygar og þvættingur fyrir utan öll fölsuðu verkin voru lögð fram af forráðamönnum Gallerí Borgar. Það hefði verið voðalega gaman ef þessi tím hefði bara farið í almennilega verk sem skipta okkur einhverju máli. En það var aldrei svo. Allir minn tími hefur farið í þetta mál meira eða minna, þar að segja fyrir utan vinnuna mína sjálfa. En ég hef þurft að hafa þetta á bakinu allan tíma fyrir alls konar lygar sem að einhvern veginn hafa fengið að vera með okkur án þess að ég tekið á því. Þetta er ekkert mitt mál, þetta var kært fyrir hagsmuni þjóðarinnar, fyrir hagsmuni Íslendinga og með frávísun á sínum tíma þar sem að ekki var réttur lögreglunni gert að fara með máli aftur fyrir héraðsdóm til þess að fá úr í skori hvort verkin væri fölsuð eða ekki fölsuð. Það olli því
að Jónas Freydal getur sagt hvar og hvenær sem að hann var sýknaður fyrir Hæstarétti og hann gerir það. Síðan að því máli lauk þá hef ég verið í mörgum málum þar sem hann á líka hlutamáli, þar á meðal í Danmörku. Hann kemur allstaðar fram og hann hótar meiðyrðum og meiðyrðamáli og svo framvegis. Nú held ég þetta sé orðið bara gott og ég get alveg sagt ykkur það að ég er með nóg efni til þess að biðja að þetta mál er tekið upp aftur. Ég mun ekki vilja fara þá leið. Í rannsókninni sjálfu var margt sem kom mjög óvart og það voru starfsvættir lögreglunar. Ég man það til dæmis að þegar kom upp Fölsunarmál með Guðmundi Einarssyni á styttum hans, þá var ég í sambandi við lögreglumannin í Hafnarfirði og ég sagði Einarsson þurfti að gera bara biður eigandasöguna. Nákvæmlega sama eins og lögreglunni biður að gera. Hvers vegna? Vegna sem hún er grunnurinn að rannsókn lögreglunar. Ef að eigandasagan stenst ekki, þarf að segja ef þeir get ekki bent á eigendur, ef þeir eru ekki eigendur sjálfir, að þá er hluturinn strax orðinn vafasamur og þegar sérfræðingar benda á að hluturinn sé ekki það sem hann er sagður. Það tók lögregluna 6 mánuði að svara. Þangað til ég kærði sjálfur. Verkin fór til ríkislögreglustjóra en áður en að því kom, og þá er ég að segja ykkur frá því, að lögreglustjórinn Reykjavík kom inn á verkstæðið mitt, við fylgd annars manns og bað mig að fella málið niður. Ef einhver biður slíkt, þá hlýtur hann að vera að gæta einhverja hagsmuna sem einhver sem hefur það vald að geta biðið slíkt. Og máli hefur aldrei snúist neitt annað, heldur en bara henda þessum verkum út. Og þetta er það sama með Smára. Við tölum þetta síðast og Smári var hann algjörlega sammála mér í því að þannig væri málið vaxið. Hér eru lokaorðin. Þorsteinn Erlingsson. Hann er svona maður sem við öll í okkar æsku, við litum upp til, við sem hann var heill maður og góður maður. Ég trúi því, sannleiki, að sigurinn þinn að síðustu vegna jafni. Vegina jafni fyrir þið. Ég vil þakka líka og þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna.